Komið þið sæl, í þessu myndbandi ætlum við að skoða hvernig hægt er að velja ákveðna mælingar úr vigri eða töflu. Og því talum vigra þá getum við í rauninni talað breytur. Svo ætlum við að velja einhverjar ákveðnar mælingar úr breytum eða gagnatöflu. Eins og ég segi, það er oft svo við viljum bara velja einhvern ákveðin hluta af gildunum af breytunum okkar eða úr töflunum okkar og við munum nota hornklofa til þess að gera þetta. Og þessir hornklofar í bland við einhver ákveðin skilyrði sem við setjum fram með svona minna en, stærra en eða jafnt og takið eftir við notum 2 jafnt og merki geta reynst vel þegar velja á ákveðna mælingar. Það er langt best að fara bara inn í RStudio og skoða þetta saman þar. Ég ætla bara að halda áfram, ég opnaði bara gamla skipunarskrá hjá mér, puls.r og af því þar les ég inn gögnin sem ég ætla að leika mér með. Þannig að eins og alltaf þá pössum við okkur á því að vera í réttri möppu, í vinnumöppunni og ég sé að ég er í réttri möppu, svo það ætti að vera allt í góðu. Ég les inn gögnin mín og þau birtast hérna í vinnusvæðinu mínu og ég ætla að breyta í flokkabreytur af því nú er ég að lesa þau aftur inn, svo ég þarf að breyta aftur í flokkabreytur og ég ætla að breyta líka nöfnunum og flokkunum. Ég ætla nú ekki að gera þessi rit aftur en þau eru hérna á síðasta myndbandi en það sem ég ætla að gera núna er að sýna ykkur hvernig við notum þessa hornklofa. Ein skipun sem ég geti nefnt er dim eða dimension og við mötum hana með gagnatöflu og hún skilar okkur einfaldlega hversu margar línur eru í gagnatöflunni og hversu margir dálkar. Þetta sjáum við líka hérna uppi. Þannig að þessi gagnatöfla mín, Puls, hún inniheldur mælingar á 149 einstaklingum og 13 breytum. Skoðum til dæmis breytuna hæð og munið að við notum dollarmerkið til að fara í breytuna hæð sem geymdir í gagnatöflunni Puls og ég ætla bara að keyra þetta til þess að sjá gildin á henni og hún lítur svona út. Þetta er í rauninni vigur eða gildi á breytunni og ég get notað, ég ætla að fara aftur inn í sömu línuna og setja upp svona hornklofa sem svo að ég vil bara sjá gildið á hæð fyrir einstakling númer 3. Ég sjáu það að þá mata ég hornklofan bara með þessari tölu og ég sjá 1, 2, 3 og hún skila mér 161. Ég get líka þeim sem svo ég vil fá gildi nummer 3 og 21 eða hvaða nú er og að þetta eru 2 tölur þá hef ég sé hérna utanum og ég fæ gildi hæðarmælinguna fyrir einstakling nummer 3 og 21 í gagnatöflunni. Svona notum við hornklofana. Þetta hérna er breyta eða vigur en við getum líka hugsað okkur alla gagnatöfluna, ekki bara einn dálk í henni. Og þá höfum við í rauninni 2 tölur hérna sem við þurfum að mata eða fleiri. Við þurfum sem sagt að segja í hvaða línu við viljum fara og það er hérna fyrri talan og í hvaða dálk við viljum fara eða seinni talan. Segjum sem svo að ég vilji bara sjá mælinguna sem er í fyrstu línu og fyrsta dálki, þá er hún 1, horfum á þess á gagnatöflunni okkar. Þetta var breytan ID og fyrsti hefur einfaldlega gildið 1. Við höfum nú eitthvað svona aðeins meira spennandi, við að sjá nú með hvað til dæmis hæðir breyta nummer 1, 2, 3, 4 og segjum sem svo við viljum sjá gildið á hæð á einstakling nummer 4 ætti að gefa okkur 1,85 þá segjum við einfaldlega Puls lína 4 dálkur nummer 4 og fáum 1,85. Svo fyrri talan er sem sagt línan og seinni talan er dálkur.
En við getum eins og hér fyrir ofan, ég vil fá mælingar á einstaklingunum 4 og 5. Svona. Og þá fæ ég einfaldlega hæðamælingar af því að talan 4 hérna vísar í breytu númer 1, 2, 3, 4 en ég fá hæðina á einstaklingi númer 4 og 5. Og því fæ ég hérna 1,85 og 1,67. Annað sem gott að vita að ef ég einfaldlega sleppi að mata hotklofana með gildi sem svo að hér tilgreini ég bara hvaða línur ég vil fá, þá fæ ég alla dálkana. Þá erum við að muna eftir að setja þessa kommu en hafa þetta bara autt. En að nú fæ ég gildin á öllum breytunum fyrir einstakling 4 og 5. Eins get ég bara tilgreint dálk en ekki línu. Og þá fæ ég allar, í þessu tilviki, hæðamælingarnar, af því að hæð breyta númer 4. Þannig að ef við förum aðeins yfir þetta aftur, ef við erum með breytu sem bara vegur, þá getum við gefið hérna eina eða fleiri tölur og fengið þau gildi. Ef við erum með gagnatöflu sem í rauninni tvívíð, hún hefur einhverjar svo margar línur og svo margar dálka, þá gefum við annars vegar línunar sem við viljum sjá og hins vegar dálkana sem við viljum sjá og ef við viljum sjá allar línur þá sleppum við fyrri tölunni og ef við viljum sjá allar dálka þá sleppum við seinni tölunni. Svo svona getum við náð okkur í ákveðnar línur eða dálka. En mig langar líka að sýna ykkur hvernig við getum notfært eða sett fram ykkur skilyrði og fengið aðeins mælingarnar sem uppfylla þessi skilyrði. Skoðum aðeins hérna breytuna púls, dollari, námskeið. Nú ætlum að skrifa þetta rétt. Hún lítur svona út. Og þetta eru gildin á breytunni námskeið. Ég ætla að setja hérna, bæta hérna við 2 samansemmerkjum. Og það þýðir í rauninni jafnt og ég í rauninni spyrja núna hvar tekur breytan námskeið gildin, segjum LAN 203. Hér ég setja upp eitthvað skilyrði og ég spyr hvar þetta skilyrði satt. Og það sem ég fæ út úr því eru annarkvort true eða false. Og við skoðum bara hérna þessa síðustu, LAN, LAN, stæ, satt, satt, ósatt. Þetta per se kannski getum við ekkert nýtt okkur sérstaklega mikið, en við getum nýtt okkur þetta með því að í staðinn fyrir að mata þessa hotklofa með ákveðnum tölum, þar sem við segjum ég vil fá einstaklinga 3 eða 4, þá getum við matað hotklofuna með einhverjum svona skilyrðum, þar sem við segjum ég vil einfaldlega fá einstaklinga sem uppfylla þetta skilyrði. Og eins og, nú ætlum ég að fara hérna fyrir ofan, hugsum okkur aftur, við erum með gagnatöfluna púls og muniði að hér eiga að vera þær línur sem ég vil fá og hér eiga að vera þeir dálkar sem ég vil fá. Og segjum sem svo að við viljum einfaldlega fá þær línur þar sem við höfum einstaklinga sem í námskeiðinu LAN 203. Þá ég ætla að kópera þetta, eða fyrir bara inn í kort, og ég set það hérna inn. Og hér ég að segja, farðu í gagnatöfluna púls, en taktu bara þær línur þar sem breytan námskeið tekur gildið LAN. Og svo set ég ekkert hérna fyrir aftan kommuna sem þýðir, en taktu alla dálka. Og ef ég keyri þetta nú bara svona, þá sé ég hver þetta skilar hérna fyrir neðan. Og það nú ekki sérstaklega gagnlegt, svo ég geymi þetta í einhverjum hluta á eftir. En við skoðum þetta aðeins hérna, þá sjáum við að ég að fá, hvað ég að fá? Svo marga einstaklinga. En ég fæ bara þá einstaklinga sem eru skráðir í LAN. Nú ef ég vil vinna eitthvað áfram
með bara einstaklingana sem eru skráðir í LAN, þá get ég búið til nýja gagnatöflu og segjum við köllum hana einfaldlega púls LAN. Svona. Ef ég keyri þessa skipun núna, þá hef ég þess að tekið það sem þetta skilar, geymt það í hlutnum púls LAN og nú á ég nýja gagnatöflu en hún inniheldur bara 55 einstaklinga og við skoðum hana, þá er það allt einstaklingar í LAN. Og þetta getum við gert ef við prófum ykkur aðra flokkabreytu. Eigum við að búa okkur til konur. Og þá förum við í gagnatöfluna púls, en við viljum aðeins þær línur þar sem púls dollari kyn, því þá er að breyta kyn, tekur gildið og minnar ég hafi skýrt það KVK, ekki satt. Skoðum aðeins hérna fyrir ofan, KVK. Ef þið skýrið það konur og karlar, þá setjum þið konur hérna inn. Býti nýja gagnatöflu, konur og við sjáum það eru 93 einstaklingar og við horfum hér á breytuna kyn, þá er þetta allt konur. Svo þetta er oft mjög gagnlegt ef við viljum draga út einhver einstaklinga með einhver ákveðin einkenni. Þetta var hérna notaði ég jafnt og, en við getum líka segjum sem svo, ég ætla bara að fá að búa til, segjum að ég ætla að búa til gagnatöflu sem inniheldur aðeins hávaxna einstaklinga og köllum hana púls stórir, kannski eða kalla púls háir, en skiptir ekki alveg máli. Þá fer ég í gagnatöfluna púls, en ég vil aðeins fá þá einstaklinga þar sem púls, dollari hæð, er hærra en, hvað ég að segja, það var með 1,75. Núna sýnum við hvað gerist ef ég keyri, nú mun ég fá villu, að því hún segir mér allt er lagi, en þú hefur ekki dvalið neina dálka. Og það er að því ég hef gleymt þessari kommu hér. Muniði að þegar ég er að fara í svona gagnatöflu sem er tvívíð, hefur einhverja línur og einhverja dálka, þá verð ég að segja hvaða línur vil ég og ég verð að segja hvaða dálka vil ég. Ef ég vil alla dálkana, þá skil ég eftir tómt. En þessi komma verður að vera. Svo púls stórir, skoðum þá einstaklinga. Það eru 62 og ef við horfum hérna, hér hafa bara lent einstaklingar sem eru hærri en 1,75 á. Svona veljum við ákveðna einstaklinga úr gagnatöflu. Svo látum þetta gott heita. Takk fyrir, bless.